Jæja, þá skulum við líta á þessi hugtök strikk, lína og slétta í þrívídd og við vorum búin að skoða hér á mánudaginn var hvernig við stikuðum línu í tvívídd og skulum gera þetta núna fyrir þrívíddina og það hentar þá, svona fjöldin hentar þá skiladæmi númer 3 og stikum þetta er á ensku parametræs strik í þrívídd í gegnum tvo gefna punkta A hann hefur þá liðina XA IA ZA og B sem er þá hnýtin segulkasti punktana frekar XB IB og ZB svo stillum við hérna upp bara mynd af þrívíðu hnýtakerfi X-ásinn, Y-ásinn, Z-ásinn, svona réttind hægri handan hnýtakerfi kallast það og svo höfum við bara punktana einhvers staðar, hér gæti nú A verið og kannski B einhvers staðar hér og við viljum stika þetta strik, við viljum sem sagt mynda það og það er svo sem ýmsar leiðir til þess en hugmyndin er einhvern veginn sú eðlilega að við finnum stöðuvígur punktsins A og stöðuvígur punktsins B og strikið frá A til B verður þó að vera, þurfum að ákveða hvað ætlum að byrja og segjum bara við tökum þessu ákvörðun að við ætlum að byrja í A og svo er stöðuvígurinn færslan frá A til B og hann að táknum við þá svona frá A til B og ef við myndum leggja þetta tvennt saman þá fáum við B sem sagt þegar hann er hérna en við ætlum að hafa þetta svo í GeoGebra ég set hérna inn tölu sem togar í færsluna og hún verður að vera á bilinu frá 0 ef þetta er 0 þá lendum við hingað upp í 1 ef S er 1 þá fáum við stöðuvígurinn B því að færslan frá A til B er aðeins lokastæða mínus uppastæða svoleiðis að það má alveg skrifa sem sagt strikið frá A til B þetta er vitlaust að skrifa hjá mér þetta er strik svona því að strikið frá A til B er þá kannski betur svona þetta er einhver togari eitthvað sem togar í færsluna þetta er bara B mínus A almennt og ef við setjum S jafnt á 0 þá sjáum við fáum A, ef við setjum S jafnt á 1 þá fáum A plus
B mínus A, þá fáum við B. Og setjum S átt á hálfan, þá fáum við akkurat næstu miðpunktinn. Hérna, hvernig maður bara sé. Ef að S-ið hálfur. Og síðan skilgreinum við nýtt táknmál þar sem við leyfum okkur í staðinn fyrir að nota stöðuvíra að skrifa hreinlega, þetta nú gert í bókinni ítarlegar, að segja að við leyfum okkur að nota punktana bara sjálfa. Við höfum gert þetta til dæmis í naglaformunni, þá stungum við bara punktunum beint inn í krossana alla vegna þess að stærðsvæðin verður alveg eins. Við höfum þá bara að við getum skrifað að strikið frá A til B bara þessi punktur hérna pluss S-ið sem við tókum í með og svo B mínus A og GeoGebra skilur þetta sem stöðuvíra. Við skulum þá bara búa okkur til eitt lítið dæmi þar sem við gerum þetta í GeoGebra og fáum þá að sjá líka hvernig við getum teiknað. Og sjá GeoGebra Classic hér. Bara ágætt að hafa hana í vafra. Þetta þrívíðu teknologi og ætlum að búa okkur til einhverja punkta bara á handahófi. Segjum 2, 3, 4. Þegar því 4 þarna hann og við þurfum ekki að skýra, hún gerir þetta fyrir okkur starfsröð, segjum líka bara 2, svona kannski -3 og 1, eitthvað svona. Og það sem að við viljum gera að mér skoðst byrja á því að búa til svona línustrik frá, hérna gerir frá B til A en það skiptir ekki máli. Þetta sama striki og frá A til B. Slökka á þessu. En við ætlum að gera þetta með því að búa til hreyfibind. Þá skilgreinum við stika fyrst S. Sko að því ef ég hefði, hún leyfir mér ekki nota T-bind, þannig að við notum bara S. Og þá leyfi ég henni að skýra þetta bara því nafni sem maður vill, ef ég skrifa bara fara frá A og til, B mínus A. Þetta gefur auðvitað ekki neitt, þetta bara B þá. En ég ætla að togi það með S-i. Þetta þurfi bara beint svona. Og þá fæ ég möguleika á því að spila og sjá. Þarna fór punkturinn, hann þaut eitthvað þarna. Frá, og nú kemur hann tilbaka. Og þetta búm 0, S-ið 0. En þetta ekki rétt. Þannig að ég fá línu í gegnum punktuna frá A til B. Þannig að, sko reyna að hitta á 0. Punktur sé það ekki A, stopp. Nei, ekki langt frá. En ég verð að fara frá 0 og upp í 1. Þannig rennistika. Og ég geta gert svona. Þetta á bara að verða 0 og hæsta gildið á að vera 1. 1. Svona. Og nú prófum við að spila. Sjá þess meira. Þetta er aldrei hægt. Svona hraða þess á honum. Svona. Þannig erum við komið þá með punktinn C sem að tekur öll gildi. Við lítum þannig á það. Frá A til B. Og nú erum við að geta fengið að sjá slóðina. Þannig þá punkturinn C á sínu ferðalagi á milli A og B og dregur upp allt strikið nú erum við komið með. Þetta er rétt. Stoppa og setja þá bara inn strikið frá A til B, hrista eins myndina, þá
og geti ég tekið kannski slóðin af, en þetta fín mynd og sem ég vildi nú bara eiga hana, þá býður sko þessi GeoGebra Classic í vafranum upp á það að það hægt að sækja myndina og ég mæli með PNG og svo skrifið eitthvað hér viðeigandi, GeoGebra Export og færið í þá möppu sem að hendar. Eða sem þið notið, hérna myndi þetta fara í þessa möppu hér hjá mér. Og svo á ég að geta opnað þetta í einhverju hérna forriti, en segjum bara ég myndi vilja skoða hana í ég bara í þessu forriti sem notar þess að skrifa, þá fæ ég hana svona, en maður gerir þetta nú bara í alvöru tölvu, þá verður þetta bara PNG skrá. Það mun kannski geta valið heppilegra sjónarhorn. Sko, þó myndin, hérna hún já. Og hérna get ég náttúrulega snúið henni til og valið kannski X-ásinn hingað. Svona velja sér kannski einhverja lýsandi mynd. Ég gerum þetta bara aftur og eftir. Við skoðum hérna sléttu, sem er þá svipa skiladæmi 4. En ég átti líka að finna línu sem að liggur í gegn og við vorum reynda búin að því. Ef ég tek nú línustrengi burt, þá verkefnið það að setja línu á milli. Sem sagt ég á að draga línu í gegnum punktana A og B, þar að segja ég má framlengja í gegnum punktana A og B að vild, eins og það var orðað hjá Evklíð. Nú, og svo kannski velja sér einhvert svona. Sjáum hvernig hún lítur út, til dæmis bara ofanvarpið, kemur seta á sem beint út úr og jú, hann fer í gegnum X102 og X102. Það passar, það er lóðrétt lína í XY sléttunni. Og íhnitin eru 3 og -3. Allt í fínu. Hérna fer hún í gegnum Z0 sléttuna eða XY sléttuna. Jæja, nú skulum við bara hvernig er þetta? Halda áfram. Þetta er þá formúla komin, en strik, þá myndum við kannski skrifa þetta svona, sem náttúrulega mengitalna, það sem að S hleypur á bilinu frá 0 og upp í 1. Svona talna mengi. En línan sem að liggur í gegnum punktana A og B, það er náttúrulega nákvæmlega sömu formúlu. Eina sem við þurfum að gera er að segja S megi vera hvaða rauntala sem vera skal og þá hleypur hún í gegn. Og GeoGebra fær maður þetta bil, S hleypur á bilinu frá -5 upp í 5. Svona. Nú, næsta sem við viljum gera, það er að halda áfram með hugmyndinu sléttur sem við vorum að skoða hér og hérna völdum okkur bara einhverja 3 punkta sem að ákverða sléttu sem við kallum P, stundum
kalla ég þetta svona skrifa þess, og hér tókum við því á fæsluna, hófum við fæsluna í A, litum á það svona sem upphafspunkt, fórum frá A til B, það fæsla sem þá líka stefnuvígur í sléttunni, og svo verðum við eiginlega að fara frá sama punkti, já, sé til þess að mynda svona prófíl. Og svo kunnum við að finna þveril eða þvervígur á tvo gefna þrívíða vila. Og svo sögðum við hérna, og náttúrulega bara að nota þetta gott og vel, við reiknum þverilinn eða normalinn eða þvervígur á sléttuna, sem ég minnst kalla þetta, og svo sögðum við gott og vel, látum fyrst x, y og z að vera bara einhvern punkt, og í raun og veru fyrst hann bara í R3 eða í þrívíddinni, en leið og við setjum þetta skilyrði á að þvervígurinn sinnum þessi almenna fæsla, sem sagt 3, 2, 1, já, 3, 2, 1, þessi punktur kom frá Akureyri, að ef x að við erum að krefjast þess að punkturinn x í z liggi í sléttunni með að segja að þetta debilfeldi hérna verði að vera 0. Og svo ekkert annað en að reikna, og við fáum þá jöfnu sléttu. Nú, svo kannski bara að tóma hvort maður gjörlega reikna rétt, því að allir punktar, við höfum 3 punktar sem við vitum að eiga uppfylla þessu jöfnu, og við getum sett inn hnit xa í a, za eða b, xb í b, zb, og við höfum með þessi 1 en setja c. Allir þess, við setjum punktan inn í þessu jöfnu, þá verður að koma út 14. Nú, jæja, og svo enduðum við mánudagsfjörlistuna því að velta fyrir okkur. Segjum að við lítum á 2 sléttur P1 og P2, og ef að þessar 2 sléttur hafa ekki samsíða þvervígra, þá hljótar að skerast í línu, og nú getum við prófað aðeins að skoða það betur. 2 sléttur, alltaf hvort ég getum ekki teiknað þær, sko er það bara P1, ég ætla bara að nota P1 í staði fyrir P, og P2, það á að vera sko sléttan sem er alveg þvert á P1, svona, bara 1 og 2 er þægilegt tákmál, sem þá hugsaum við þetta svona, þar sem P eða P1 er þá sama, er einhver gefin slétta, og þessi hérna P2, þetta á því að það sem sagt sker P undir réttu horni eða 90 gráðu horni, og við skulum aðtúa hvort það takist að rissa upp einhverja skýringamynd hér, en við skulum fara með þetta í teikniforrit. Svona, þessi kemur í-ásinn aðeins svona út, í-ásinn hér, z-ásinn hér, og x-ás hérna, og ég prófa, setjum bara eitthvað lit á þetta. Svona, ég teikna hérna bara svona smá bútur einhverju sléttu, kemur kannski svona einhvern veginn, sjá bara svona hluta af henni, hérna er hún heitir kannski einmitt P eða P1, eins og ætlum að kannski nefna nú eftir, og hún hefur sko
þetta hérna verður svona handfang á hana, þessi normallin eða þverfugurinn, og hann þá N, segjum bara N1 í staðan fyrir að skrifa N með skrautskrifa P í fæti, og hann svona dregin upp frá einhverjum einum punkti sem kannski í þessari, maður verður alltaf dregin upp hvað sem en segjum bara hér sé punkturinn A, og stöðuvegur A þá hérna litla A með ör ofan á. Svo önnur slétta gefin, fyrst bara búið til að stroka þetta A út, bara það vitum þetta allt, að sker hún þessa sléttu, búið bara til skurðlínuna fyrst, látum hana liggja svona, og það einhver slétta og sínum bara bút úr henni, kemur þetta undir og hér og kemur þetta undir þessa rauðu, og þá þetta nú kunstinn, þetta sé bara P1, og þessi hérna gráa P2 eða sem sagt þessi hérna. Ég reyna að teikna þveril, hérna einhver punktur, kannski heitir hann B. Þetta geti verið þverillinni, negin, svona, N2, svona, stránt til tétið N1, það bara stytta tákmál fyrir þvervígur sléttunar skrifað P, og N2 þvervígur sléttunar sem að stendur þver eða hornrétt á skrifa P. Ég nota nú reyndar í bókinu yfirleitt skrifað S fyrir sléttur, en það svona, má kannski ekki skipta máli, og maður fer alltaf einhvern veginn í það sem maður lærði á sínum tíma, og þá var þetta P fyrir plain. En það sem við ætlum bara aðeins að spjalla okkur í gegnum að þessar tvær sléttur, að þvervígrarnir þarna, þeirra, N1 og N2, eru ekki samsíða, það hugmyndin. Því að ef það væru samsíða, þá getur tvennt gerst, að þetta ein og sama sléttan, það liggja saman, ef það sem sagt hafa eitt sameiginlegan punkt, eða þá að þær slétturnar liggja þá báðar samsíða og skerast hvergi, önnur liggur einhvern veginn ofan við hina, eða fylgir einhverjum punkti sem gefin, kannski B, punktur B hérna, eða B. En þessar, fyrst að þvervígrarnir eru ekki samsíða, að þá skerast þær. Og við spjöllum okkur aðeins í gegnum það að skrifa sem minnst, það kannski fara í þetta í bók, að þessi hérna vígur, þessi blái, hann er stefnuvígur línu, svipað við vorum að draga upp á það, hann er stefnuvígur einhverja línu, og auðvitað eru skoðum gráu sléttuna margir stefnuvígrar í línunni. Við getum bara myndað heila hring af stefnuvígrum, þeir liggja allir í sléttunni í P2. En einn af þeim, þessi hérna, hann er líka stefnuvígur í rauðu línunni. Ef við skoðum hún á rauðu línuna, þá hefur hún náttúrulega marga stefnuvígra,
En þessi hérna ætlum að bara af hann er þá stefnu sko línunar og við höfum reyndar ekki punkt, við þurfum að vita líka ef við vindum teikna sko línuna upp svipað áðan þá höfum við kannski eitthvað punkt, við erum búin að nota A, við erum búin að nota B já, kannski byrjar hann bara hér í einhverju punkti af og eitt vitum við þó þennan vígur að hann stendur þvert á N2 sko vaf hann er hornréttur á N1 og að því að N1 er þvervígur og vaf er stefnuvígur og vaf er líka hornréttur á N2 sem er í þverusléttunni. Ég glemdi að setja nei, ég glemdi því ekki neitt. Þetta er P2 bara svona svo og þá vitum við að vígur sem er þver á tvo aðra hann er eitthvað margfeldi á krossfeldinu þannig að svo að hérna við vitum þá að stefnuvígur línunar hann er samsíða þessu vígri hérna N1 kross N2 af því að krossvígurinn er náttúrulega þver á N1 og N2 og þá getum við alveg valið bara að notum því, við getum því alltaf notað eða tekið sko stefnuvígur línunar sem að er sem sagt skurðurinn á P1 og sem sagt línan er í P1 og hún er líka í hinni sléttunni. Ég sem þennan kross en við megum auðvitað velja hvaða lengd sem er á stefnuvígurinn. Svona. Þá vitum við alveg og línan er getum sagt hver hún er. Hún er eitthvað svona mingi sem að inniheldur punktinn vaf segja bara við byrjum í vaf og svo megum við margfalda með einhverjir tölu s sinnum bara vaf að því við sjáum hvað það er í raun og veru og svo megum við taka s sem hvaða rauntölu sem vera skal og við höfum að segja kannski hvað vaf er punktur þannig að hann er í sléttu 1 og sléttu 2 og nú held ég að það sé bara skemmtilegast að búast til dæmi og teikna mynd og segjum bara að P sem ég ætlaði að kalla P1
gefin sé slétta, setja smá texta, gefin sléttan P og það eftir að skrifa þetta því að sjáum þetta ekki lengur. Ég ætla að kalla hana bara í framhaldinu P1 þegar hún var gefin eða sköpuð og undan. Og með formúlunni bara segjum eitthvað mínus x pluss bara einhverja litla tölur 2i 3 setur jafnt og segjum 1. Það gefur við þessi slétta og verkefni að finna og finnum sléttu P2 sem að stendur þver á P1 P1 og þá þurfum við að hafa líka einhvern punkt við skulum láta 2 punkta að vera gefna á þverusléttunni og látum svo og 0 punkturinn það er ekki alltaf mikið og hvaða bókstafur er ekki búin að nota A, B, C, A segjum bara C eitthvað auðvelt 1 eru sem sagt á þverusléttunni og finnum jöfnu sléttunar P2 svona lausn. Við vorum búin að hugsa okkur í gegnum þetta að við lesum það bara hér að mínus 1, 2 og 3 er þvervígur á P1 þess að sjáum strax að köllum hann bara N1 þess að ég var að nota þetta styttra táknmál hérna þetta er þvervígur á sléttuna sem er kölluð P eða skrifað P hann er mínus 1, 2 og 3 til að ég segja það bara er þvervígur á P1 en hann er líka stefnuvígur af því að P2 er þver á P1 er stefnuvígur eða færsla er stefnuvígur í sléttunni P2 þá erum við komið 1 stefnuvígur í sléttunni P2 og okkur vantar bara 1 en svo er gefið hérna að við getum myndað færsluna frá 0 og upp í C eða og upp í C segjum við kannski einnig færslan og PC sem að það vegur hann 1 er einnig stefnuvígur
í þverusléttunni af því að punktarnir 0 og C eru í henni. Og þá getum við valið bara valið eða tökum þá sem þvervegur í P2 N2 þennan kross sem sagt, skrifa kannski formúluna N1 kross og C og þetta stendur nú ekki í okkur mínus 1, 2, 3 krossað við 1, 1, 1 og þá fáum við 2 mínus 3 mínus 1 svo fáum við 3 pluss 1 4 og mínus 1 mínus 2 mínus 1 mínus 2 mínus 3 já svona og bara til þess að sýna hvað við megum gera sko hérna er með mínus og hérna er með mínus ég má alveg taka sko þvervíku sem hefur sem fæsta mínusa og segi þá bara vel heldur við þurfum ekkert að gera þetta er bara til þess að sjá það sem sagt kalla þennan þá bara N vel svo það er ekki að skipta vel svo sem sagt þennan hér sem sko mínusinn þá fæ ég 1 mínus 4, 3 það er að færa mínus það skiptir engum máli sem þeir eru náttúrulega báðir þvervírar sem þvervígurinn sé ætla að nota og þar með get ég fundið sléttuna ég þarf bara að segja það jafna sléttunar P2 er þá N2 deplað við þennan stöðuvíkur ég get valið x mínus c er stöðupunktsins c gæti náttúrulega valið bara stöðuvíkurpunktsins og hann er sko og núllfærslan en allt í lagi þetta voru 0 og svo megum við liða upp þannig þetta er alveg jafngilt í að segja N2 debill x og verður að vera N2 debill c þá verður þetta náttúrulega að verða 0 að því að það verður að koma saman út og ég seti einhvern stöðupunktsins 0 það sem sko vegurinn x er almenni punktur í sléttunni eða sem sagt stöðuvíkur hans og þá er bara að reikna út fæ 1 mínus 4 3 deplað við x í setu og að hægra megin fáum við 1 mínus 4 3 deplað við 1, 1, 1 og þá fæst það bara x mínus 4 í pluss 3 setur jafnt og laga þessa setu hérna og svo deplum við hægra megin fáum 1
1 sinni 1 er 1 mínus 4 sinni 1 er 4 pluss 3 og það er jú 0 sem er 0. Við byggumst í því að því við vissum að punkturinn O er 0. O er þarna líka, þetta er 0. Best ég skrifa þetta. Það er að segja þvera sléttan á P er gefin með þessari formúlu x mínus 4i pluss 3 setur er 0. Og svo viljum við nú kannski sjá óðarlega til þess að teikna og það er að muna, það er svo gilt að fletta mínus 1, 2, 3, 1, x mínus 4 pluss 3, 0, teiknum það, fáum bara nýja skrá, svona, og sléttan P sem var gefin er mínus x pluss 2i pluss 3 setur jafnt og 1, þetta er hún og þá veitum nú eitthvað punktum á henni, við veitum til dæmis að veljum bara eitthvað ef að seta er 0 og í er 0, þá verður x-ið að vera mínus 1. Bara svona vangaveltur, jafna 1 og jafna 2, þá var þá x mínus 4i pluss 3 setur jafnt og 0, því það lag gegnum 0-punktinn. Svona. Og þá var að hreyfa þetta, snúa þessu og af því að sko það er kvarðarnir eru jafn langir sjálfkrafa, það er sjálfgefna formið. Sjá hérna, þetta er nú svona sæmilega skynsamlegt, þetta virðist vera 90 gráðu horn. Til að setjum við líka bara inn þvervígræna, við fáum þá sem stöðuvirða til þess að sjá að þeir séu orðlega haldréttir. Sko vígur, og setja inn punkt, þannig er mínus 1, 2, 3, mínus 1, 2, 3, 3 og svona kannski sjá við hugmyndina betur þegar við varum á þetta svona sko, því að þessi hérna sem hún kallar U, kallar hann N1, getum við ekki skipt nafn hér, N1, að hann er þverill á þessa hérna sléttu númer 1 og en hann er líka sko stefnuvígur í sléttu númer 2 og reyndar liggur hann í henni sko að því að hann gengur í gegnum 0. Svona, þannig að þetta lítur vel út. Og sama hátt N2 vígur setjum inn nýtt punktsins sem að svara til stöðuvíksins, það er 1 mínus 4, 3, 1 mínus 4, 3. Þetta er hann og hann er greinilega þver á N2, sléttuna fyrirgefið P2 og verður að vera stefnuvígur í þessari. En það er stefnuvígur en hann liggur ekki í henni því það þarf að lyfta honum upp í einhvern punkt. Til dæmis setja jafnt og
1/3, það ekki, en ef við setjum x á 0, y á 0, þá voru setja var 1/3 til þess að þessi jafna séu uppfyllt. Þá myndum við sjá hann lagi í henni. Jæja, svo kannski endum við þetta á því að finna skurðlínuna. Slökkum eins og þessum, setjum þessa jöfnu og myndum við vilja vita hvað skurðlínan er. Þarna. Og þá skulum við fara aftur á blaðið og höfum þetta myndband ekkert svo mikið lengra. Setjum fjöllunum fylki kannski bara á annað band. Þetta er þetta og finnum svo það var ekkert beðið meira í dæminu. Dæmi 1. Svo dæmi 2. Finnum bara jöfnu skurðlínunnar og kannski ekki betra að segja stikajöfnu, það er ekkert annað hægt. Finnum stikajöfnu skurðlínunnar sem notum bara jafnt og P1 línuna sem fæst þegar slétturnar eru skornar saman úr dæmi 1. Og það er ekkert erfitt að finna stefnuvörinn með það sem við sögðum áðan. Nú er lausn. Við þurfum að finna vigur, segjum bara VAF jafnt og N1 kross N2 og reiknum bara strax út. Það var mínus 1, 2, 3 krossað við sjáum hérna 1 mínus 4, 3 1 mínus 4, 3 jafnt og þetta er einn af mörgum eða sé stefnuvígur línunar og tökum við krossinn 6 pluss 12 er 18 3 pluss 3 er 6 4 mínus 2 eru 2 það koma góða tölur já, hvað er maður bara eitthvað annað stefnuvígu línunar ella því að það kemur náttúrulega skemmtilega út þannig að þetta er allt sléttar tölur, hann er óþarlega langur tek það er bara styttri færslu segjum bara að við ætlum að nota þennan VAF er það var 9, 3, 1 9, 3, 1 hann er samsíða þessum VAF 0 veri bara styttri þá vitum við að við þurfum bara að margfalda þennan hér með einhverju tölu S þess að togi hann við þurfum bara að fá 1 punkt sem við köllum bara VAF sem er í báðum sléttum og þá er nú bara hvernig finnum við hann nú
sko gráa sléttan þarna, XY-planið, stundum kölluð stóra setan 0 og kannski bara aðeins tækmál svona eins og í bókinni að þegar við skoðum þegar við segjum seta jafnt og 0 fyrir öll x og fyrir öll y þá fáum við XY-planið allt. Það kannski sést ekki vel, þannig við skulum prófa að setja jafnt og 1 bara. Sko, seta jafnt og 1 í þrívídd þýðir slétta í hæðin 1 og seta 2 í þrívídd og 3 í þrívídd og svo framvegis. Seta jafnt og mínus 1, 2, 2, mínus 2. Við sjáum hún færist þetta niður og við notuðum sko táknmálið sko það finnst ég setja hérna skilgreininguna eða sem sagt muni setja seta K til dæmis seta þetta táknmál er bara sléttan sem allstaðar eða ef við bara segja í hæðinni K bara yfir x í sléttunni sem að er bara kallið seta 0 við viljum það bara vitum síðan sko að í einni vídd þá seta jafnt og 1 það bara tala það tala 1 og nú horfum við kannski á seta á sem hérna og svo með skilgreint 0 og hér seta jafnt og 1 akkurat hérna í tvívídd þá seta jafnt og 1 það miklu meira en seta ás og seta þóttnás að seta jafnt og 1 þá lóðrétta línan hér þetta lóðrétta línan seta jafnt og 1 og í x í seta og svo í þrívídd seta jafnt og 1 það verður þá eins og vorum að skoða bara áðan þetta lagði ég setuna flata en það þá sem sagt plan eða slétta þetta var svona gæti að því þegar maður segir eitthvað svona setja jafnt og 1 í hvað vídd áttu við þetta gildi fyrir þá það bara svona 1 punktur setja jafnt og svona sem við getum bara merkt setja jafnt og 1 það þá bein lína ef að þetta tvívíð tala þá mátt að velja þetta þotn seta x í seta þotna ég verð að velja þotn setja jafnt og 1 fyrir öll þotn má ekki til þess að nota þotn áður hann gerur óþarfið, þetta mjög fallegur stafur jæja og þetta var svona bara spjall en finnum þá 1 punkt 1 punkt kallum maður bara vaf sem í báðum sléttum og nú kannski ekki hérna svona var fyrir sléttan mínus x pluss 2y pluss 3 setur og 1 og þessi númer 2 var x mínus 4y
jú, pluss 3 setur, jafnt og 0, það alveg viss. 1 mínus 4 er 3. Svona. Og alltaf í seta 0, þá, sko, þessi lína sem við erum að leita að, þessi lína L, hún náttúrulega fer í gegnum XY-planið eða seta jafnt og 0, eða seta 0 sléttuna láréttu. Og setjum bara seta jafnt og 0 og skoðum hvaða punkt við fáum þar. Sko, set bara setuna sem 0. Þá verður jafnan miklu einfaldari, þá fáum við mínus x pluss 2y jafnt og 1 og x mínus 4y er 0. Ekki bara einfaldast að leggja saman lóðrétt, þá fáum við 0x og við fáum mínus 4y. Þess að segjum lína 1, lína 2 og segjum 1 pluss 2 og þá fáum við hérna 1. Þetta er rangt hjá mér. 2 pluss 4. 2 pluss mínus 4 er mínus 2. En þá er í-ið jafnt og mínus hálfur. Og komum með 2 niður með seta 0. Við erum seta jafnt og í er mínus hálfur. Og ekki bara auðveldast að finna x-ið hérna. Ef að í er mínus hálfur, þá erum við 4 sinnum mínus hálfur, það er mínus, þetta er x pluss 2. X pluss 2, setjum bara inn í jöfnu 2, segjum það og fáum að x er mínus 2. Það er ekki rétt hjá mér, prófa að setja bara inn í hinu jöfnu. Ef x er mínus 2, þá er þetta orðið 2. Og þetta er mínus 1, 2 mínus 1, af því ég er mínus hálfur. Og 2 mínus 1 er 1, jú, passar. Og þannig að punkturinn vaf, jafnt og mínus 2 mínus hálfur, koma 0, er í báðum sléttum. Og línan, segjum skurðlínan og skurðlínan er þá vaf pluss eitthvað s sinnum vígurinn vaf sem við erum búin að finna. Eitthvað mengi þá og s má hlaupa yfir allar rundtölur og ætlum að kalla línuna L og hérna getum við sett inn ég má líka setja inn sem vígur bara mínus 2 mínus hálfur og 0 það skal 0 svo pluss s pluss s pluss s og vaffið var nei sem sagt vegurinn var 9, 3, 1 9, 3, 1 svona það sem að s-ið er rundtala eða þá bara skrifa þetta sem punkt setja þetta bara svona upp, það er alveg samþýtt. Skulum bara sjá hana og hvort þetta passi sæmilega 9, 3, 1 muna það 9, 3, 1 stefnum við línuna
setjum hann inn og hvort þetta gangi allt upp. Og vaff var punkturinn þetta nú góð -2 -0,5 og 0 við miður gengur þetta eintaka ekki. Já, svona hann sem líka það sem semlega rétt reiknað hjá manni. Hann sýnist manni þarna í skurð, jú, þarna koma vel fram, hann á skurðlínunni og svona, þá skulum við sjá móta fyrir henni hér og setja vaff inn bara sem vegur. Hann vegur hann var sko 9, 3, 1, þarf ekki að hafa hann lengri og það skrifa sem stöðuvíkur, heitir ekki, ég þarf að lyfta honum upp í punktinu vaff. Það skrifa ég bara beint vaff plus læt GeoGebra að já, ég gerir bara svona vaff plus vaff, gerir bara í punkt S vaff svona og ég var búinn að láta var ekki S til eitthvað stað stíkin. Jú, hérna á þýtur hann eitthvað til börskan, sjá hvort hann kom ekki aftur. Jú, já, alveg renni sér þarna og ekki að hafa ekki að fá að sjá hann sína slóð snýst þetta allt. Hvar ertu? Þarna hann. Ég stoppa þetta. Og svo myndum við kannski reyna að velja einhvern veginn. X kemur hér í þar svona einhverja góða mynd af þessu. Nema hvað, við vitum hvernig við getum flutt út mynd, getum við farið hér, í þrívítinni þærist að fara hérna og velja PNG, nema að við líki bara betur við eitthvað annað. Og kannski ég sýni þá, það veit ekki mikið lengra, hérna til dæmis. Já, við skilum dæmi 3, þá leysum við hérna dæmi A og B og 3A og 3B og síðan ætla ég bara að sýna hvernig getur verið gott að setja myndin inn, ekki ágætt að stróka þetta bara allt út. Hérna kemur lausnin, að stróka þetta bara út og gerum við þetta aftur, svona. Og en sem sagt ég búinn að sækja hér mynd og hún heitir lína og það á að vera lausn á C-lið sem sagt stika ég C-liður sem sagt 2 teikningar og ég ætla að stika beina lína sem liggur í gegnum punktana svipað við gerðum áðan og ég ætla að hafa svona sömu númeringar hér kemur lausnin og það ætla ég að sækja hérna
númeríkar umhverfið, enumerate og end enumerate og það A, B og C nema við lætum ekki af A, B og C heldur 1, 2, 3 og þá ætla ég að sækja þetta svona svo forritað label á að vera bara æfinganúmer. Þá fáum við ABC með svigum og svo ég vil nú hafa litin á allt með, þá það fontur jafnt og æfinga stafagerð fonturinn og svo skrifa ég eitthvað hér, lausn eða setja inn myndir og ég veit það bara ekki henni reynslu, það borgar sig að setja upp draug hérna. Hún sér ekki X en þvingar þá það sem að skrifa til þess að fara í næstu línu og þá get ég sett myndina inn og kemur hún fyrir neðan þetta sé þarna. Hérna sé myndina, hún fín og hún fer ég aftur hingað, tekna hana upp og við notum alltaf þetta sama, include, vil ég ekki að stækka þetta. Hérna set ég eitthvað og þetta í möppu sem heitir gögn og þar heitir myndin SKIL6 undirstrykk lina.png og hún verður stór, hún verður feiki stór. Ég ætla að gera meira include graphics. Svona, setja inn mynd og að sjá hvað hún kemur. Já, þarna sjáum við bara í svona blá endan á línunni á teikningunni. Þannig að ég veit að maður þarf ofta að taka þessar myndir og skala þær niður sem 20%. Þá ætti hún að koma svona sæmilega inn og hittir enda bara mjög vel. Og svo getur maður líka að nota aðra þegar segja bara hvað hann á að vera breið, bara sett myndin, feldu þetta inn í ramma sem svona, breiddin svona 80% af línubreiddinni sem lænut eða textvitt BAFITTH og sko eftir því sem að Jói segir mér, MATLAB kennarinn, þá mælir hann frekar með þessu, hann svona búinn að stúdera þetta og ég tek hann trúarlegan, notaði skölun oft meira, ég veit eiginlega ekki af hverju þessir talin heppilegri, en hann fletti þessu upp einhvern tímann. En svo ef okkur langar til að svona trimma myndina til og þá getum við náttúrulega gert það, þá finnst mér bara gott að nota F-box og sé ég hvort það myndi að svona hvítu plássi sem að sko ég mætti kannski klippa burt og þetta bara fínt. Og ef ég ætla það svona eitthvað aðeins að monta mig þá geti ég kannski gert allt í lagi trim og tekið kannski ekkert þarna úr vestri
setja aðeins niður af henni, kannski 2 cm og hægra megin, nei, ég tek ekki þar, þá nú farin að klippa af grásléttunni, bara 0 cm. Já, 0 cm, það þarf ekki að klippa, hún kemur bara fín inn svona. Og svo mun að klippa, það er alltaf gott að sjá þetta fyrir annar línu, svona. Og svo bara því ég er ánægð með myndina, þá set ég hana í myndaumhverfið, begin figúra, hún á að vera hér, nákvæmlega það sem er skrifuð inn í textanum og end. Og svo getum við sett líka sögundin kemur út og ekki að miðjujafna kominn og svo spurning hvort maður hafi að þetta í alvörunni mynd að setja svona myndskýringu línan og kölluð L sem liggur í gegnum A og B. Svona. Þannig að já, ég valdi þessa. Og svo ef við viljum ekki hafa þennan ramma, þá náttúrulega bara slökkum við á honum, hann slökkum á honum hér og hér. Og við skoðum. Og svona, þetta er kannski bara nóg. Hérna gerum við þá eins teiknið mynd að GeoGebra í sléttunni. Þá er það með þessari, já, þessi vorum að prófa hér áðan. Já, segi þetta gott.